náttúruvernd og svolítið tala friðlýsingar og gerð verndarsvæði og ýmislegt fleira. Ég tók eftir á föstudaginn að það var mikið þotulið sem mætti og ég hugleiddi þau þekkja þetta allt saman en ég ákvað nú að halda samt fyrirlestur þannig ég miða við það að séu kannski ekki allir alveg inn í þessum málum eða þessum málaflokkum og það það sem ég mun ígrunda í þessari umræðu. Og byrja kannski að segja ykkur örlítið að þessari mynd, þetta Kattarauga í Vatnsdal og í Húnavatnssýslu. Við fengum fjármagn til þess að fara í smá framkvæmdir í Kattarauga og ég spjallaði nú við hann Sigga á Kortsá sem á þetta svæði og Siggi hann var sá albesti sem við fengum í samstarf. Hann bæði kom með hugmyndirnar hvernig ættum að gera hlutina og hann stjórnaði verkefnum, hann vann með okkur í þessu og við greiddum honum sjálfsögðu laun fyrir en það leyndi sér aldrei að hann bar mikla ást til þessa svæðis og framhjá honum hefur allra sjálfsögðu aldrei gengið og bara mjög gott að vita af honum á þessu svæði. Hann mun strax láta okkur vita ef eitthvað út af en hann hefur líka bara stöðuga umsýslu og annað með því. En náttúruvernd, af hverju hún og hvernig þróaðist hún og ég nú stundum sagt í gamni að hún sennilega svo forn að hún jafnvel fyrir tíma mannsins. Við sjáum merkilegt nokk í ýmsum dýrategundum. Svona óðalsvernd sem í raun kannski ekki náttúruvernd heldur en gerð af svona vernd sinna auðæfa sem menn reyna að halda utan að þessari eiga. Þetta miklu sérhagsmunir sem eiga sér staðar og stundum finnst mér í dag þegar við erum að ræða náttúruvernd, landnýtingu og margt fleira. Við erum ennþá í þessum skotgröfum, þar að segja við erum svolítið í óðalsvernd í raun í svona huglægri. En ég hef að tilfinninguna að náttúruvernd hafi fylgt manninum heila alla tíð og byrja nú hugsanlega snemma með á því að menn lögðu ást til ákveðina staða eða þetta var svona frekar huglæg vernd, tala nú ekki að sem voru grafreitir eða eitthvað þvílíkt, menn þeir voru oft orðnir alfriðaði og þetta bara á frumbernsku mannkynsins. Og nú svo heldur þetta áfram en svona raunveruleg vernd, þar sem menn eru farin átt að segja þeir eru farin að ganga á verðmæti og hún kemur líka nokkuð snemma til og við sáum oft í mörgu í nýtingasögur mannkynsins að oft gekk fólk mjög nærri auðlindum, ekki síst í almenningum. Og það svolítið merkilegt á Íslandi finnst mér að spaukulur í að til dæmis eru skógarnir okkar eða það skógarleifar sem að lifðu af nýtingasöguna voru oft skógar í einkaeign. Það sem voru jarðir sem áttu skógan og þeir voru bara gætnari en skógar almenningum eittust mun fyrr. Menn áttu erfiðara með að halda utan það. En síðan verður með tilkomi byltingarinnar þá fara menn að sjá að það mjög nauðsynlegt að hefja mjög sterka og mikla náttúruvernd og menn fara mjög fljótt enda stundum í skotgröfunum með það, því þarna áttu við mjög ólík sjónarmið og ólíkir hagsmunir. Samt verður náttúrulega til þekking og miklu betri vitund á því hvað að gerast. En það sem við horfum á í dag sem svona kannski megin verkfærin í verndinni þá kannski það sem einna mikilvægast samstarfið. Samræða, samstarf, samskipti. Þetta bara ótrúlega stór þáttur í allri vernd og nauðsynlega ef við ætlum að ná tökum á verndinni. Það þurfa allir einhvern veginn að vera að stefna í sömu átt og við þurfum að vera með svipaða sýn á hlutina. Við höfum náttúrulega fullt af verkfæri sem við síðan höfum búið til og segja ykkur aðeins betur á þeim eftir en það dæmir til þessu bara með lög og reglur og í dag eru lög langöflugasta verkfæri sem við höfum þegar kemur að vernd. Eftir sem áður þarf alltaf að vera líka samskipti og samráð það hvaða lög við viljum nýta, hvernig við viljum setja reglur varðandi verndarsvæði sem eru þegar við erum að stofna ný verndarsvæði og því líkt. Oft eru þar leiðandi eru til dæmis friðlýsingar sem eru studdar með lögum mjög sterkari friðlýsingar. Við höfum mörg verkfæri svo bara innviði og upplýsingar, fræðslu, skipulag, sveitarfélagana til dæmis. Oft sagt að öflugasta verkfærið kannski á landinu er aðalskipulag sveitarfélagi því það er ekki gerð sama krafa kannski með aðalskipulagsvinnu
eins og oft lögð á okkur sem erum að vinna í verndargeiranum, á okkar undirbúning, okkar skipulag og vinnu. Og svo það almenningsálitið og fleira. Og loksins það sem sagt upplýst þekking sem að leiðir nú oft til þess að menn geta lokið oft flóknum og erfiðum verkferlum. Nú eitt af þessum verkfærum að vernda svæði og með friðlýsingum og þá voru Bandaríkjamenn sem byrja og á þessu og reyndar byrjuðu menn og jafnvel fyrstu friðlýsingarnar þeirra kóngar vernduðu eða friðlýst einhver svæði sem sínar veiðilendur eða skóga, það mátti enginn nýta hvorki veiði eða innan þessara landsvæða eða stunda skógræktina öðruvísi en að fá heimild til, þetta var þá enga löndalgjör og síðan koma verndarsvæði Indíána til dæmis sem raun eins konar friðlýsing. Svo það Bandaríkjamenn sem að fara á stað með skal ég segja ykkur Yellowstone-þjóðgarðinum á sinni tíð og þar var einstakt svæði ákaflega fagurt sem fólk hafði í raun lagt ást til og sem sagt var huglegt svæði sem hafði mjög hátt huglegt mat en þar var líka verið að stunda þá samtímis gríðarlega mikla skógrækt og námuvinnslu og svo framvegis og það stemdi í óefni með svæði þannig að menn fóru nú að ræða saman og komist samkomulagi að vernda svæðið uppalega var það eingöngu samkomulagi en það var nú bara margbrotið menn voru ekki alltaf tilbúnir og það endaði nú á því að það varð að setja lög á svæðið til þess að fá svona opinbera stuðning eða lagasetningu. Svolítið gaman að Bandaríkjamenn þeir bjuggu til sér svona wilderness-akt eða óbyggðarlög og þar sögðu þeir í upphafi lagabálksins að með lögum þessum þá ætlum við að tryggja að framtíðar kynslóðir muni líta með velþóknun til okkar en ekki með vanþóknun vegna úrræðaleysis. Við hefum aldrei gert neitt heldur að við skildum hafa geta varið þessi lönd til framtíðar og ég held að það sé alveg rétt að Bandaríkjamenn þeim tókst að verja mjög mörg svæði og Yellowstone bjargaðist og kannski einn að verðmætari og merkilegri þjóðgarður veraldar í dag. En það sýndi sig að lög og reglur skiptu máli og það má segja að Yellowstone hafi hafist sem huglæg vernd og það reynda mjög oft með verndarsvæði. Það einhver gríðarleg fegurð en jafnframt bætum við þessum verndargildum sem geta legið í náttúrunni og dýralífi eða jarðminjum sögu og svo framvegis. Við höfum líka svona dæmi hérna frá Íslandi huglæga vernd og kannski finnst mér, ég bendi ofta á hana Sigríði í Brattholti sem að hótaði að kasta sér í Gullfoss þegar tilstóða virkjan og barðist gegn virkjunans og ég get alveg trúið því að Gullfoss í dag ekki að skila neitt minni arði ef við þurfum að horfa á náttúruvernd út frá einhverjum peningasjónarmiðum heldur en virkjun þess vegis og í raun vann hún þrekvirki ein og sér. Nú, það eru til ýmsar aðferðir við að stjórna friðlýstum svæðum erlendis og hérna á Íslandi líka þó að við séum kannski ekki komin eins langt eins og víða og það bara við erum að þróast og hluta til erum við líka svo fá og við erum svolítið ungi í þessum geira en erlendis þá mjög þekkt að við getum verið með verndarsvæði sem náttúrulega mjög þekkt hérna heima það að við hefum opinbera stjórn það einhver stofnun eða ríkisvald sem að sér svæðið. Umrætt ríkisvald getur líka gert umsjónarsamninga við einkaaðila eða landeigendur eða sveitarfélög, félagasamtök að reka svæði og ég sýndi ykkur það á eftir aðeins með nýju með til þess tillögum þjóðgarðastofnun þá eru talsverðar breytingar einmitt í farvatninum hvernig við vilja sjá stjórn svona svæða. Nú það getur verið með sameiginlega stjórn svæða þetta nú ég aftur á kannski að vísa þess erlendis til það geta verið fleiri en ein stofnun sem að reka verndarsvæði þannig að við getum ímyndað okkur hér heima værum við með umhverfisstofnun og minjastofnun saman í sæng að reka eitt svæði
og í raun nú svona vísir að því hjá okkur á sumum svæðum. Og þannig að við getum verið með ólíka eða fleiri stofnanir sem koma stjórnsvæðina. Nú jafnframt geta svæði, þá sérstaklega erlendis, þá fara þau oft yfir landamæri og þannig að þá menn með sameiginlega stjórn slíkra svæða og hugsanlega getum við sagt að stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs vísir að þessu. Það að segja, það eru dreifðar stjórnir all land sem koma að þjóðgarðinum en í raun að vinna sameiginlegum markmiðum hans og svo framvegis. Og þetta það sem að koma fram í lögum með þjóðgarðsstofnun. Og það til einkarekin svæði sem eru sem geta verið landeigendur eða sjálfseignarstofnanir og aðrir sem reka. Það ekki þekkt í sjálfu sér hérna á Íslandi, samt getum við talað ákveðin einkasvæði og meira sannlega stutt. Þá har við til dæmis á friðlýst æðarvörp sem dæmi, sem í raun einkasvæði, en geta friðlýst vatnsbakka og ár og margt fleira. Og þannig að þetta sannarlega til og kannski eftir að sjá meira í framtíðinni. Svo þetta loksins sem sagt samstarfsstjórnun og hún eðlilega verður hún til erlendis og hún var nú oft það sem voru íbúar, stjórnvald, frumbyggjar jafnvel, sveitarfélög og svo framvegis sem verða sameinast ákveðna friðlýsingar og varðveislu. Hér hringja allir símar hjá mér á vanda. Ég vona að það sé ekki trufla samt. Nú við með stjórntæki til þess að stjórna friðlýstum svæðum, en áhugaverðasta stjórntæki hjá Alþjóðanáttúruverndarsamtökunum, IUCN. Og þetta það nánast öll lönd veraldar að styðjast við þetta stjórntæki og hafa jafnframt tekið það inn í skal ég segja ykkur reglugerð, náttúruverndarreglugerð sína eigin landa. Og þeir eru með mjög gott og mikið og góðu efni og ég myndi leggja til að þeir sem hafa áhuga fyrir þessu að þeir skoði vefsvæðin þeirra og ekki síst fræðsluefni. Það alveg geysilega mikið og góðu efni og hægt að fræðast mikið af því sem þeir eru að gera. Nú þeir hafa flokkað svæði í 6 aðgreinda flokka og einn flokkurinn er tvískiptur, það fyrstu 2 atriðin á þessum mynda því að sumir sá strax að það voru 7 svæði í raun og hver flokkur hefur sín sérkenni og stjórnun miðast svolítið út frá þessu. Og ef við horfum aðeins yfir þetta þá erum við með svæði undir mjög strangri vernd og það eru ekki mörg svæði slík til hérlendis og þó allavega 2, 3 sennilega sem að falla undir þennan flokk. Það þekktast náttúrulega Surtsey og það einfaldlega, hún er mjög mikilvæg fyrir mannkynið og vísindi og þekkingu en þangað líka alveg óheimilt að fara og svo frá þessu þannig að menn hafa búið til svona svæði sem eru mjög strangri vernd og ég getur sagt svona þetta gaman að í raun að ég nefndi friðlýst æðarvarp á varptíma undir mjög strangri vernd, það getur ekki hver sem farið þangað. Síðan erum við með óbyggðir eða wilderness eins og það kallast erlendis. Við erum smá vandræðum, við höfum aldrei búið til heiti eða wilderness, við kallum þetta víðerni eða óbyggðir og erum smá vandræðum með þetta. Þetta yfirleitt stór svæði, státa af mikilli náttúru, bæði líffræðilegu fjölbreytileika og jarðminjum og landslagi og svo framvegis en með mjög litla innviðuppbyggingu og nánast yfirleitt ekki búið á þeim þó það sé ekki skilyrði beint og það mjög lítið byggt, það engin og engar svona fastar byggingar til dæmis stíflur eða uppbyggðu vegir og annað, það gengi ekki upp á uppbyggðasvæðum. Og hér á Íslandi eru fjöldi svæði sem myndi flokkast undir þetta og nefni bara dæmið eins og miðhálendið, stór hluti þess myndi alveg falla undir uppbyggðasvæði og meira segja svæði sem hafa áður verið byggð eins og Hornstrandir eru flokkar undir þetta í dag. Það sem einkennar á þessu svæðum, ef ég sagði fyrsta svæði þá bara þangað má engin gestur koma. Í óbyggðasvæðunum þau eru opin fyrir fólki en þú þarft að aðlaga þig eða gestur verður aðlaga sig að svæðinu, hann getur ekki aðlaga svæðið að sér.
þá koma þjóðgarðar sem geta oft verið líka bara eins og óbyggðasvæðin, oft stórir og státa mikilli og magnaðri náttúru. Kannski helsti munurinn á þjóðgarðum og óbyggðum eru að í þjóðgarðum tekið á móti fólki og það er yfirleitt skilgreint í reglugerð markmiðum þjóðgarðanna að þeir eru eins og nafnið myndi til garður þjóðarinnar og það þarf að vera gott aðgengi að þeim og þannig að innan þjóðgarða yfirleitt byggðu upp svæði sem að taka á móti fólki þannig að þjóðgarðurinn að hluta aðlagaður að gestinum en ekki gesturinn á þjóðgarðinum. Og þá erum við með náttúruvætti sem eru þessi smáu staðir eins og getur verið Stökufoss eða eldstöð og því og líkt og við erum með fjöldan allra slíkum fyrirbærum hér á Íslandi og mörg þeirra hafa reyndar verið friðlýst sem friðlönd með smá land í kringu sig en við getum horft á staði eins og Gullfoss eða Geysi og Dynjanda í Arnarfirði og svo framvegis. Og þetta oft snýst eitt stað. Í þessu svæði kom alveg fjöldin allir á fólki og það þarf að byggja upp góða innviði og stýringu til þess að leiða fólki gegn þessi náttúruvætti og stjórnun náttúruvætta snúast mjög mikið bara þetta daglega amstur. Móti til þess að þjóðgarðar ekki síst, það mikið lögð áherslu til þess að fræðslu og upplifun gesta. Nú við erum svo með búsvæði eða viss kjarfavernd. Það eru mörg svæði hérna á Íslandi sem gætu fallið beint undir þennan flokk. Þetta svolítið misjafnt. Þetta þá heilmikið að breytast hjá okkur hvernig við flokkun svæði í dag. Lengi vel vorum við eiginlega bara með þjóðgarða og náttúruvætti. Lágu hefur bara búið og fólkvanga. En náttúruvætti búsvæðin þá getur verið stór fuglafriðlönd og viskerafriðlönd og svo framvegis sem samanber eins og Þjórsárverin eða Andakíll. Nú, 5. flokkurinn svonefnd landslagsvernd og mjög lengi þá voru nær öll friðlýstu svæðin hérna á Íslandi flokkuð í þennan flokkur númer 5. Landslagsverndarsvæði eru svæði þar sem að maðurinn hefur orðið fyrir miklum áhrifum á viðkomandi svæði og svæðið hefur orðið fyrir miklum áhrifum á manninum. Það mjög sterkt samspil á milli lands og náttúru. Dæmi svona svæði getur verið til þess að Fjallabak og þá erum við að horfa bara á aldarlanga beitarnýtingu á svæðinu og upprækstur og svo framvegis. Þannig að þau þarna hefur maðurinn sannarlega haft heilmikinn afnot og orðið fyrir áhrifum á þessu svæði og samanber með svæðið það hefur líka orðið fyrir áhrifum manninum. Ég var með Fjallabak í 2 ár og ég sagði stundum í gamni að ef að bændur hætta að beita þá verður Umhverfisstofnun að kaupa fé bara til þess að við halda þessari aldagömlu nýtingu á svæðinu. En þetta ánum sagt svona til gamans. Svo loksins flokkur sem gríðarlega spennandi og heitir sjálfbær landnýting. Og þetta flokkur sem að hefur ekki verið mikið nýttur hérna á Íslandi, hann mjög mikið nýttur erlendis og ekki síst í þéttbýlu löndum og dæmi til dæmis að þjóðgarðarnir í Bretlandi og Skotlandi, ég held að þeir falli allir undir þennan flokk. Og þessi svæði þarna þau eru rík á náttúru en það líka rík hefð fyrir nýtingu náttúrunnar en aðaláherslan lögð á sátt og samlyndi náttúrulega og að náttúran sé nýtt á sjálfbæran hátt. Og ég ef þið hafið einhvern tímann tök á til að mynda farið til Skotland þá var gaman að hjá ykkur heimsækja Cairngorms þjóðgarðinn og þar sjáum við hvernig samspilið í raun í öllu og þar hafa menn orðið beinan efnahagslegan ávinning af því bændur að stunda landbúnað innan þjóðgarðsins eða innan slíks svæðis. Nú til að koma á fót verndarsvæði og þá kemur þessi spurning hvað þarf til og það aftur þetta sama, ég nefndi hérna í upphafi það þarf samráð og samstarf og það bara þetta lang mikilvægasti þátturinn og það oft myndu einhvers konar teymi til þess að koma að þessum verkefnum en það fyrst og fremst snýst þetta samráð og samtal og öðruvísi ekkert hægt að koma á laggirnar slíkum svæðum. Það þarf að vera mjög skýr mynd sýn á verndina og verndarmarkmiðin og maður get ekki friðlýst af því bara. Það þarf að vera einhver ástæða, einhver gildi í svæðinu sem ýtir undir að það verði friðlýst.
Jafnframt þurfa að vera mjög góður skilningur á svæðinu og menn þurfa að þekkja þá ferla og hvað að gerast innan þess og enda það undirstaða þeirra stjórnuna sem það þarf síðan að leggja svæðinu. Það þarf að tryggja langtíma sjónarmið og stefnu og það þarf að vera fullkomin sátt allra aðila það. Og þetta skiptir í einu sinni máli hvort að við erum að tala svæði, opinber eign eða einkalandi eða hvað Það alltaf þetta samtal sem þarf að vera til staðar og menn nái saman og hafi sameiginlega sýn á verndarsvæðið. Og verndarsvæðið, þar sem allir eru samstilltir og allir að fara í sömu átt, það bara vel heppnað verndarsvæðið. Það svæðið sem að myndu geta ganga langt best. Hún benda líka á og það náttúrulega svona hluti af svona samstarfsstjórnun og það til líka svo nefnd netverndarsvæða og við sjáum þetta sérstaklega eins og í Evrópu, þar sem að ef þið skoðið Natura 2000 sem þeirra verndarverkfæri, þá hafa þeir í raun byggt upp svona smærri svæða sem að sameiginlega mynda eina stóra heild. Þetta eitthvað sem að við höfum svo sem ekki gert í Íslandi, en það hefði verið gaman að sjá ef það hefði gerst fyrir einhverjum árum síðan með hálendið. Einhverjir, ég sá eina glæru fram ykkur, það eins og einkafriðun, það eitthvað sem að við getum gert, en það höfum við ekki gert hér á Íslandi, þetta þekkt erlendis og það svæðið þarf auðvitað að vera skilgreint, það þarf að vera landfræðilegt rými, það þarf að vera viðurkennt og það þarf að vera þekkt út af hverju menn að friðlýsa þetta og það þarf að hafa lagalega stuðning, eða það það skynsamlegasta. Ef það hefur ekki lagalega stuðning á að vera samkomulagsatriði, þá svona óvíst að það verði mjög langlíft. Allavega þurfa menn einhvern veginn að tryggja langlífið þess. Og þau þurfa að hafa markmið í náttúruvernd eða í menningar tengdum þáttum. Þetta flókið, en hins vegar líka vel þekkt hér á landi að hægt að gera umsjónarsamninga friðlýst svæði. Það kannski líka gaman að segja frá því að mikið til að friðlýsingum í seinni tíð hafa einmitt verið bara á áskorun frá landeigendum eða sveitarfélögum og dæmi það til dæmis núna Drangar á Ströndum og sú jörð öllum, það landeigendurnir sem að reka á eftir friðlýsingu hennar. Hvati sem getur verið til athafna, hvort sem á friðlýstusvæði eða hvort að menn vilja fara í einkafríland eða hvað sem það eru svo ótal margt sem gæti ýtt undir allavega betri umhirðu eða umgengni land eins og með réttri stýringu þá getum við aukið líffræðilegan fjölbreytileika við aukið lífmassa og heilbrigði í landgæðinu. Aukin upptaka koltvísýrings, það rannsókn í gangi núna sem að sýna sem að skoða hvað fjölbreytt graslendi að taka upp af CO2 versus einsleitu graslendi. Það aukin gæði framleiðsluvöru, aukin sjálfbærni og aukin tilfinningu og stolt. Ég hef mjög gaman á síðasta föstudag, ég var að hlusta á fyrirlesara þá, eða sem sátu fyrir svörum að frá tveimur komið með þessi sýn þeirra á ákveðin stökun í eigin landi sem sögðust, það Guðrún og Unnsteinn, sem þau sögðust aldrei myndu hrófla við og það voru svona svolítið heilagir staðir í þeirra augum og það í raun oft það sem að gera svolítið í verndinni hjá okkur, að við fáum þessa tilfinningu, þessa heimatilfinningu og þessi persónulegu tengsl við náttúruna. Þetta svæði sem við erum að sjá myndina heitir Sópandi. Ég heyrði manneskju nokkra segja daginn að hún var ekki sammála því sem skáldið mælti, sko landslag væri lítils virði ef það hét ekki neitt. Landslag geti staðið alveg fyrir sér sjálft sig og það alveg rétt í sjálfu sér, en það gefur því samt með dýpri merkingu og gefur þessi persónulegu tengsl og væntumþykju oft. Hún getur dýpkað og maður fær allt í að upplifa landið í kringu sig eins og þetta sé bara hluta af manni sjálfum. Það sem segja þetta nú fyrir mér í sambandi við þessa umræðu sem hefur nú átt sér stað núna með Sigurður hefur staðið fyrir og fleiri,
að þá erum við að horfa á þessi, hvernig við getum aukið hróður landbúnaðar sem dæmi. Og við höfum átt bent á, og ég hef haft gaman að því, kennt mikið á landvarðanámskeiðum, að sem við höfum séð víða, síst erlendis, þar hafa menn tekið gríðarstór landsvæði og einfalda þau, oft landsvæði sem hafa státað miklu fjölbreytileika og þau settu þetta undir einsleitt akursvæði, akurlendi. Dæmi kannski miðbygg upp Bandaríkjanna sem eru gríðarlega stór akursvæði og eru orðin mjög einsleitt. Og þessi svæði eru náttúrulega alltaf svolítið viðkvæm og svo framvegis. Á móti getum við svo horft á blandaðan landbúnað hér á Íslandi sem mörg af þeim svæðum eru einstaklega heilbrigð og eru að skila líka mjög heilbrigðri framleiðslu vöru. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að menn komið til með að þurfa að horfa á. Nú veit ég ekkert hvað tímanum líður, en ég ákvað að reyna að vera frekar stuttur heldur en langorður. Og þannig að nú komið að þér Sigurður, hvernig tímasetning hjá okkur? Og takk fyrir þetta, Jón. Við erum bara alveg á fínum tíma. Þetta búið að klukkan 1:30 núna. Já, ljómandi. Það er ákvað að reyna að hafa þetta stutt og hafa fá að glæra og frekar ef menn vildi þá ræða eitthvað. Ég reyndar að bíða hérna eftir einmitt strandamanni frá Dröngum sem að koma hérna núna í þjóðgarðinn að hjálpa mér að taka út 2 gönguleiðir hjá okkur. En nú bara spurning hvort það sé eitthvað sem eitthvað liggur á hjarta. Það ekkert þannig í spjallrásina. Hvað var ég svona leiðilegur? Já. Það var bara mjög skýr og greinagóður. Já, en hérna... Þegar Kaldalbendir, já, við segir hérna að Þjóðgarðar Brettlandi eru í verndaflokki 5. Verndaflokki 5? Landslagsvernd. Já, nú. Já, ég held að var allir inn í verndaflokki 6. Nú ég eitthvað að rugla. Já. Ég hringi Steinar, heyri ég honum betur út af þessu. Við tökum spjallið. Þetta eitthvað á milli. Já, nákvæmlega. Ég að velta, eitt sem þetta í hug, að tala svona gildi, náttúruverndargildi sem þetta verið í svæðinu til að draga það fram. Getur þú gefið svona einhver dæmi kannski svona? Það áttum við hérna með varðandi hvað er þá verndargildi eitthvað þýðulegt? Já, það er kannski venjulega landbúnaðar landi, hvað er menn að horfa í? Hvað séu þau fyrir? Ég sá nú reyndar eins og var nú tekið hérna fyrir á einum fundinu að ramma áætlun hefur náttúrulega tekið eins og í Borgarfjörðunum mjög vel og hérna á Löngufjörðum tekið vel á gildum þessa svæði sem gríðarlega fjölbreytt og margbreytilegt. Ef við myndum horfa á einhverja einstaka bújörð þá alls óljós hvert endanlegt verndargild hennar en hérna oft á tíð þurfa þetta að vera hugsanlega stærri svæði en það allavega mjög brýnt að menn dragi fram gildin og það sé ásættanleg gildi því við færum ekki að ég held að sé nauðsynlegt að hafa eitthvað gild í bak við verndinu menn fara ekki út í að vernda beinlínis vegna eingöngu vegna þess að jörðin heitir Hvammur eða Hóll eða eitthvað þvílíkt en gildi geta þetta líka verið margbreytileg og þau geta líka þessan leið í sögu og minjum og því líka, en oftast næri þetta nú í einhverjum sérstæðum og ég veit til dæmis eitt lítið svæði sem fékk friðlýsingu en þótti mjög merkilegt að það var hérna í Djúpavoginum þar sem var verið að friðlýsa bjöllutegund í einni smátjörn. Brún, býtum við hvað hétu það náttúrulega ég er búin að stenglima því en þetta er svona dæmi að það geta verið duldir fjarsögur þess vegna inn á fjölda svæða sem menn hafi hugmynd það. Takk. Er ekki einhverju fleiri sem að vilja spyrja Jón að einhverju sambandi við þetta? Ég veit að við ræddi þetta svolítið þess að segjum sem dæmi menn vildi nú fara út í að friðlýsa og svo ræðins og menn voru að horfa á hvatan til þess efnahagslegan hvata. Það getur náttúrulega svolítið flókið, en nú þegar eru í framkvæmd hér á Íslandi sannarlega verkefni sem eru studd eins og að
endurheimt votlendis sem dæmi, skógrækt, bændur græða landið er náttúrulega verkefni sem lengi var og hét. Þess að segja svona verkefni eins og það að auka fjölbreytileika í landi og svo framvegis að þetta kannski eitthvað sem menn ætti að horfa til og hvort að hægt að búa til styrka verkefni upp úr því. Að fá fjármagn til þess að auka líffræðilega fjölbreytileika, auka upptöku á CO2 með fleiri aðgerðum heldur en eingöngu framræstingu lands eða votlendis og eins og ég nefndi þá er nú oft talað það líka mjög fjölbreytt land, það getur líka verið mjög framleiðsluríkt og duglegt að draga til sín CO2. Þannig að það er svona spurning hvort að þetta sé eitthvað sem að menn ættu að fókusa svolítið á. Nú, jafnframt ræðum við líka oft þessi gæði framleiðslunar og sem betur fer þá kannski íslensku landbúnaður að átta sig á því ekki landbúnaðurinn en þjóðin átta sig á gildi hans, ekki síst núna. En það líka mjög brýnt að menn viðhaldi þessum hreinleika, ferskleika vörunar og tryggi það að menn sé ekki að ofkeyra eða ganga á að harta landi og svo framvegis. Og landbúnaður og góð landbúnaður getur á nákvæmlega sama tíma hún auka framleiðinni hjá sér, þá getur hún líka verið að auka verðmæti í landinu sjálfu með réttri landnýtingu. Og það má segja kannski gott hjá okkur, hér á Íslandi við skulum ekki vera að standa þurfum ekki að vera með þessi gríðarlega stóru öflugu einsleitu landbúnaðarsvæði, við höfum einhvern veginn en þá haldið því að vera með merkilegt nokk sem er horfa það alveg með andakt, við skulum vera með svona frekar litlar jarðir, litlar bújarðir og blandaðan búskap sem ég held að hljóta að vera, þetta náttúrulega persónuleg skoðun, mun skárra heldur en að vera með fleiri 1000 hektar undir einsleitum akri. Sérðu kannski verndargildi í þessu akkurat þessum litlu jörðum? Já, ég ekki frá því að það sé mun betri meðferð á landi en það auðvitað dýrari framleiðsla en kannski þurfum við líka svolítið að horfa til þess að hvað viljum við? Viljum við bara ódýra vöru eða erum við líka tilbúin að horfa til annarra kosta eins og að það sé heilbrigt, ég var að koma af heilbrigðu landi og þar sem menn bera önn fyrir umhverfinu og náttúrunni og eru með vernd samhliða því að þeir eru að nýta hana. Og ég held að það hljóta að vera eitthvað sem að menn muni horfa miklu fremur til í framtíðinni. Nú, jafnframt hefur það nú sýnt sig að það sem menn hafa verið í þessum stór framleiðslum eins og í þessum gríðarlega stóru akuryrkjulöndu þar sem eru búin að ryðja nánast allir fjölbreytni til hliðar, að þau eru líka mjög viðkvæm slík svæði fyrir utanaðkomandi áhrifum og eða sjúkdómum og hvað sem er. Þannig ég held að við þurfum bara að státa enn frekar af hreinleika vörunar sem við erum að framleiða og hreinleika og heilsu þess land sem hún er framleidd á. Og því leitinu til að menn sameinast það að búa til eitthvað stórt svæði, hvort sem það friðlýst svæði eða hvernig það og einbeita sér að þessum þáttum að þá hljóti það að auka hróður og virðingu þeirra framleiðslu sem það stunduð. Vill einhver spyrja að lokum? Kannski fyrir það bara að fría Jón og ykkur öll. Já, ég haldi bara aftur á, það er bara verið með hálftíma fyrirlestra, þetta er mjög þægilegt. Nei, ég að grínast, það svo mikið sett inn á fyrirlestrum eða svona fundum oft miðjan dag. Erfitt fyrir okkur þessar sem erum alltaf með fiðring í fótum og þurfum helst einhvers staðar að vera að hlaupa upp á fjöll. Já, en þetta gefur sig ekki fram, þannig að Jón bara takk hérlega fyrir að gefa þér tími í þetta og vera hérna með okkur. Já, bara mín var ánægjan. Og eins bara þakka ykkur hinum sem að komu hérna inn og hlustuðu og ég veist að við bara slítum þessi fundi núna. Takk fyrir allir og bless.